Ég hef verið að fjalla gildin í lífinu og gildi í starfi, líka samfélagið og haldið marga fyrirlestra undanfarin ár þetta efni og oft spurt fólk, kannski í sal, þar sem ég er að kenna, hver helsti kostur eða löstur Íslendinga? Og þá kemur í ljós að það allir sammála að það sé græðgi. Þó að fólki sé ekki gráðugt sem í salnum, að þá finnur það að græðgin í tíðarandanum og það veit að þeir sem hafa aðganga peningum og völdum að það fólk var orðið gráðugt. Það alveg hægt að vera sammála það. Og ég las á þessum tíma skýrslur, opinberar skýrslur hvernig Ísland gæti verið útrásarsamfélag og þar sagt bara skýrum stöðum að taumleysi og agaleysi sé leyfilegt og jafnvel óútreiknanleg hegðun. Þetta sé bara þáttur í því að geta náð árangri erlendis í viðskiptum. Þannig að það var svona leyfilegt að vera svolítið gráðugur. En það er líka sagt að við séum alltaf að leita hamingjunni og það kemur í ljós að maður öðlast ekki hamingju með því að vera gráðugur. Þá þarf maður alltaf meira og meira og meira. Og hamingjan felur sig nefnilega í nægjuseminni. Og ég er spenntur að heyra hvernig þetta verður á þjóðfundunum þegar við fjallaðum framtíðarsýn, hvort að nægjusemi komist þar á blað, því að hún felst í því að fækka löngunum sínum og hvötum og reyna að aga kannski ákveðin atriði í staðinn. Og ég held að hamingjan fylgi þessari leið og það verður, ég er spenntur að vita hvort að það tekst að koma nægjusemin á blað.